Velkomin í Biblían á mannamáli. Það er páskavikan. Í þessari viku erum við með 4 þætti. Sá fyrsti var á pálmasunnudag, sunnudaginn var, þar sem við fórum bara yfir það sem að gerðist við innreið Jesú í Jerúsalem og Markús greinir frá í versum í 11. kafla, versi 1-11 og við lögðum eiginlega svona sviðið, við fórum yfir sviðsmyndina, hvað er í gangi, hvernig var staðan í Jerúsalem, möguleikarnar á óeirðum og látum, rosaleg nærvera hervaldsins frá rómverska heimsveldinu og þeir kom alltaf inn á hátíðirnar og ekki síst svona stóra hátíð því að Pesach hátíðin hjá gyðingunum er þeirra stærsta hátíð. Þar eru þeir að minnast eins helsta viðburðar í sögu Ísrael þegar Guð leiddi þau út úr Egyptalandi. Þau höfðu verið í ánauð Egypta sem þrælar í 400 ár það bil og Guð leiddi þau út og síðan verið inn í fyrirheitnarlandið. Þannig að þessi hátíðarhöld eru til að minnast þessi á þeim og þau tengjast mjög sterkt inn í ástæðu þess að kristnir menn halda þessa viku hátíðlega. Við sjáum kannski síðar í vikunni hvernig svo mynd svona málast saman. En þetta er sem sagt stærsta hátíðin kristnir manna. Þetta er miklu stærra heldur en jólin, þetta er miklu stærra heldur en allt annað. Þetta er vikan sem allt snýst og þess vegna erum við að taka svona góðan tíma til að fara yfir þetta. Þess vegna erum við að taka svona mikinn tíma til að mála upp þessa mynd og sjá út á hvað gengur hlutirnir þessa viku þegar Jesús var í jörð. Þetta eru hans síðustu dagar á jörð áður en krossfestur og síðan rís upp á páskadag. Og við ætlum að skoða þetta. Við erum að því. Og Markús greinir frá mánudeginum, við ætlum að taka núna mánudag og þriðjudaginn. Í mánudagurinn kemur fyrir í Markús 11, vers 12-19. Þriðjudagurinn hins vegar, ekkert svo mörg vers þarna, en þriðjudagurinn spannar miklu stærri kafla, það frá 11-20 alveg til loka 13. kafla. Við getum ekki farið í smáatriðum í alla hluti, það er einfaldlega of mikið til þess að geta dekka það nema það er miklu fleiri þáttum eða miklu lengri þáttum og nóg nú langir samt núna, 50 mínútur allavega þættirnir orðnir. En þetta er mikið efni og mikilvægt og ég vona að þú gefur þér tíma hvort þú nærð að hlusta þetta allt í einu bretti eða skipta í einhverja 2-3 hluta, að bara til þess að skilja hvað gerðist þarna, út á hvað gengur þessi vika. Þetta er ekki, það er allt til að fara á skíði og Akureyri og út allt, en þetta páskavikan það er ekki frí þá til þess að geta fara á skíði. Við fyrir á skíði af því að það er frí eða gefur okkur af allt annar ástæðu og hún er svo rík og hún er svo djúp að þá sögu er mikilvægt að við þekkjum. Jæja, þá ætlum við að byrja bara að lesa, við ætlum að vinda okkur í þetta. Við ætlum að taka mánudaginn fyrst, Markús 11, 12-14, byrjum þar, til 12-14 fyrst. Jæja, muniði, á sunnudeginum pálmasunnudag þá hafði hann komið inn, hann var þreyttur, þau voru rétt náðir í borgina áður en kvölda tók og hann kíkti yfir musterið, hann fór aðeins inn í helgidóminn, musterið og síðan snerur aftur tilbaka til Betaníu og nú eru þeir að fara af stað aftur inn í Jerúsalem. Betaníu þeir þurftu að fara upp Olíufjallið og aðeins austan við það, þar var Betaníu og nú voru þeir að koma aftur tilbaka. Á leiðinni frá Betaníu, morgunin eftir, mánudag, kenndi Jesús hungurs. Þá sá hann álengdar laufgað fíkjutré og fór að gá hvort hann fyndi nokkuð á því. En þegar hann kom að því fann hann ekkert nema blöð ein, enda var ekki fíkna tíð. Jesús sagði þá við tréð, enginn neyti framar ávaxtar af þér að eilífu. Þetta heyrðu lærisveinar hans. Og nema vona við spyrjum. Ég hef oft velt þessu fyrir mér og ég veit marga sem velt þessu fyrir sér. Hvað er eiginlega málið með elsku Jesú þennan morgun? Hvers konar mánudagur er þetta fyrir Jóhann meila? Sá pirraður. Fór hann, veitu sem út úr rúmunu, hvað er í gangi? Hvernig getur einhver gengið að tré
að finnast, eða kannski bara það, sumir vera pirraðir þegar þeir eru svangir. Já, kannski eitthvað meira þarna, en skoðum, hvað segir Markús okkur? Hann segir, hann var svangur, hann sér fíkjutréð laufgað, fer að því, finnur engan ávöxt, af því það var ekki fíknatíð. Og þá var eins og Jesús hefði bara verið ennþá pirraðri og hann bara formæli trénu og enginn mun nokkuð tíma fá nokkuð ávöxt að þér eilíf. Ég meina, hvað í gangi með hann? Sko, það margt sem við þurfum að skoða í þessu. Í fyrsta lagi, þetta ekkert mjög falleg mynd sem Markús dregur hann upp, ef við tökum þetta bókstaflega, ef við tökum þetta bara sem sögulega staðreynd, þá þetta ekkert mjög falleg mynd sem dregir upp af Jesú. Fyrsta lagi, þá hann ekki alveg með þetta, sko. Hann virðist vera svona, jafnvel, sko, kannski ekki heimskur, en hann ekki smikla þekkingu. Hann var fáfróður. Því allir í Ísrael vissu nákvæmlega hvenær fíknatíðin kom. Þeir vissu nákvæmlega hvað myndi gerast allir nýttu sér fíkjurnar á trjánum. Þau vissu hvenær ávöxtinni komu, en ekki Jesús. Hann fer og leita sér ávöxti og það ekki einu sinni fíknatíð. Og þá var hann bara ennþá pirraðri, eða hvað. Það ekki bara það ef þetta söguleg staðreynd og bara söguleg frásaga, bara við að taka hann bókstaflega, þá hann ekki bara fáfróður. Hann líka bara, hann misbeitir valdi sínu guðlega valdi. Hann formælir eitthvað litlu tré sem ekkert gat að þessu gert. Það var bara varðarna. Þetta ekki falleg mynd. Og vegna þessari hluta, þá ber okkur að staldra við og segja, byrju, hvað það? Hvað það sem að Markús að kenna? Eða vill segja okkur með þessu? Bara vegna mótsagnarna sem þarna að finna. Þá Markús að segja, og hann setur þetta inn þannig að þið takið þetta sem líkingu. Hér ég að nefna dæmisögu, þetta líking það sem kemur á eftir. Og það sem kemur á eftir, þá munum við sjá, þegar við skoðum það, að þetta nákvæmlega sem Markús að gera. Hann að tengja þetta hjá fíkjutrjónum með laufin og ávöxtin og að það muni aldrei fram að bera ávöxt, tengja þetta þrennt við það sem á eftir kemur, sem aðal málið í kaflanum hans hér. Það Jesús í musturinu. Þannig að hérna hann að tengja saman. Þannig að okkur ætla að taka þessum líkingu frekar heldur en sögulegri staðreynd. Og nú ætla ég biðja ykkur að fara í það ferðalag með mér. Leggja þetta til hliðar sem sögulega staðreynd og skoða þetta sem líkingu. Eins muniði Jesús talaði endalaust í líkingum. Öll Biblían í líkingum og dæmisögum. Þannig að það ekkert skrítið þó þessi síðan líka. En ég biðja ykkur að fara með mér í það ferðalag að skoða þetta út frá því og þá muniði sjá myndina sem málast upp. Þá lesum við áfram í versi 15 til 19. Þetta svo bara leiðinni niður þarna sem að Markús segir að þetta hafi verið. Þegar þeir komnir upp, þeir fara niður í dalinn og upp hinum megin inn í borgina. Þeir koma til Jerúsalem og Jesús gekk inn í helgidóminn, inn í musturið og tók að reka út þá sem voru að selja þar og kaupa og hratt borðum víxlarana og stólum dúfnasalana. Og engum leyfði hann að bera neitt helgidóminn. Og hann kendi þeim og sagði, ekki ritað hús mitt á að vera bænahús fyrir alla þjóðir, en þið hafi gert það að ræningjabæli. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum. Þeim stóð ótti af honum, við að allt fólki hreifst mjög af kenningum hans. Þegar leið að kvöldi, fóru þeir út úr borginni, þá mánudagurinn búinn. Förum aðeins yfir þetta. Fyrsta lagi, ef að Jesús var pirraður við fíkjutrið, þá virðist það bara hafa haldið áfram. Hann kemur hann inn í helgidóminn og hann fer að velta borðum og segja þetta hafi ekki verið svona, þetta hafi ekki verið hinsinn og þeir hafi gert þetta ræningjabæli, þetta hafi verið bænahús og hann var ekki kátur. Ef þetta hefði bara verið pirraður maður og þá hefði bara handtekið hann. Æðstu prestarnir fræðimenn, þeir hefðu bara handtekið og segið, svona láta menn ekki hérna inni, út með þig. En það var eitthvað miklu meira undir
og æðstu prestarnir og fræðimennirnir í musturinn, þeir vissu hvað það var. Þess vegna, strax þá, leituðu þeir fyrir sér í að ráða hann af dögum. Þú tekur ekkert mann af lífi fyrir að velta borði. Það er eitthvað annað sem hann er að gera. Og þá þurfum við aðeins að fara tilbaka og skoða hvað segir Biblían okkur í Gamla testamentinu eitthvað álíka á þetta. Því þetta á allt sína sögur. Þegar við lesum í Jeremíja, Hósea, Míka, Jesaja, spámönnunum, munið að spámennirnir eru fólki sem Guð setti inn í lífi Ísraelsþjóðunnar ef þeir fóru afvega. Guð var nefnilega ekkert, það dugði Guð ekkert að þeir mættu einhvers staðar inn í musteri til þess að segja halleluja. Nei, Guð lagði þeim alveg skýrar línur, alveg frá upphafi. Þeir eru mitt fólk. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig við lifum lífinu hér á jörð og missum ekki marks. Munið þið syndin, ég fór ekkert það að syndin er að missa marks. Hvað er sem við missum marks? Við förum út úr kærleikslögmáli lífsins. Því lögmáli sem Guð setti inn í sköpunina, að allt lifir, starfar og virkar í kærleika Guðs. Þegar við förum á mis við það, þá byrjar við að lenda í vandræðunum. Og það voru Ísraelsmenn að lendi aftur og Guð sendi spámennina inn og sagði, heyrðu, komið aftur inn á rétta leið, komið inn á minn veg og gangið hann. Þegar við skoðum þetta, þá sjáum við það sem Jesús var að gera þarna á mánudeginum í musturinu og hvernig fíkjustrésagan tengist við það. Þetta er ekki eitthvað sem hann gerir í einhverju ójafnvægi, stundarpyrringi eða hann vaknaði eitthvað illa þennan morgunu var þreyttur og lúinn. Nei, hann er þarna að taka sér áframhaldandi orð spámannan í munn, sem Guð hafði gefið Ísraelsmönnum aldir. Og sem aðeins að rekja það eftir smástund. Og enn einu sinni eru þau komin að þennan stað og við munum líka sjá það eftir að þetta tengist, þessi frásaga Markúsar hérna á mánudeginum og þriðjudögum, þetta er stórkostlegt en til þess að skilja hana betur og stýra hana vel þá þurfum við að tengja hann inn í söguna. Og það ætlum við að gera núna. Við ætlum að lesa í Jeremíja. Förum í Jeremíja 7. kafla. Jeremíja var einn af stóru spámönnunum, hann hafði mikið að segja og í 7. kafla þá er yfirskriftin í íslensku þýðingunni Biblíun okkar musterisræðan. Það skildi þó ekki að vera að það var eitthvað fyrirmynda því sem var að gera þarna við Jesú í musterinu. Orðið sem kom til Jeremíja frá drottni, taktu þér stöðu við hliðið að húsi drottins, flyttu þar þessa ræðu og segðu. Svo byrja ræðan. Með öðrum orðum Jeremíja, settu þið hérna við dyrnar á musterinu, hinu heilaga, og svo vilja flyttir þjóðinu minni og sérstaklega vilja prestarnir og fræðimennirnir heyri þetta og skilji hvað er að fara. Svo byrja hann að tala. Fyrir minn Guðs. Heyrið orð drottins. Allir júdamenn sem gangið inn þetta hlið til að tilbiðja drottin. Svo segir drottin hersveitana Guð Ísraels. Bætið nú breytni ykkar og verk. Þá mun ég búa á meðal ykkar hér á þessum stað. Treystið ekki lygaræðum þegar sagt er þetta er musteri drottins. Nei, ef þið gjörbreytið háttum ykkar og verkum, ef þið sýnið sanngirni deilum manna á meðal, kúið ekki aðkomumenn, munaðarleysingja og ekkjur, úthellið ekki saklausu blóði á þessum stað og eltið ekki aðra guði ykkur til tjóns, þá mun ég búa á meðal ykkar á þessum stað í landinu sem ég gaf feðrum eða til eignar aldir alda. En þið treysti gagnlausum lygaræðum, lognum boðskap sem er gagnslaus. Þegar þeir hafi stólið, myrt, drygt hór, svarið meinsari, fórnað til Baals og elt aðra guði sem þeir hafið ekki þekkt fyrr. Getið þeir þá komið og gengið fram fyrir augliti mitt í þessu húsi sem kennt er við nafn mitt og sagt, við erum hólpnir, þetta er allt í lagi, og haldið sig hann áfram að fremja sömu svífurðu. Er þetta hús sem kennt er við nafn mitt ræningjabæli í ykkar augum? Já, ég lít svo á, segir drottin. Vá,
sama orð og Jesús notar þegar við gert þetta ræningjabæli. Og þá spyrjum við strax, í hverju felst þessi myndlíking, þessi líking ræningja og bæli? Jeremía nefnir það strax. Hann segir, þið lifið ekki í kærleikslögmáli lífsins. Þið eruð óréttlátt. Þið kúið aðkomumenn. Þið hugsið ekki munaðarleysingi og ekkjur. Þið útfellið saklausu blóði. Nú segi ég, breytið verkum ykkar og háttum núna. Það þýðir ekki að lifa svona og fara svo inn í musteri Guðs og segja, þetta hús Drottins, við erum hólpin. Fyrir utan eru þið ræningjar, síðan farið inn í bælið ykkar. Og þá kemur þetta strax. Býttum við að því við höfum oft misskilið það. Við höfum haldið að Jesús var eitthvað fetta fingri út í það að þeir var að selja og kaupa þarna eitthvað. Nei, hann velti því koll. En sjáðu, ræningjar, þeir fara út og ræna og koma svo inn í bælið sitt. Musterið var orðið að bælið þeirra. Þeir hegðuðu sér illa fyrir utan og hafðu svo yfirstín guðhræðsluna inni með fallegum laufblöðum eins og fíkjutréð en engum ávöxtum. Og þá byrjuðum við að sjá myndina fíkjutréð. Hún var mynd upp á musterið. Hún var mynd upp á prestana í musterinu. Sjáuð hvað við erum flottir. Sjáuð þið laufblöðin okkar hvað eru fín og falleg. Svo gáuru og það engin andlegur ávöxtur. Jesús að segja þetta við þá. Þess vegna, og æðstuprestarnir vissu þetta var ekki í fyrsta sinn sem svona boðskapur við heyrt í musterinu. Þau kunnu Jeremía utarað. Og oft á tíðum, ekki bara Jeremía, Hósea, Míka, Jesaja, fleiri spámenn, höfðu oft talað þessa hluti. Það komið tími til að svissa yfir. En hvað segir Jeremía svo áfram? Hlusti nú á. Vers 12. Farið til helgistaðar míns í Síló, þar sem ég lét nafn mitt búa áður fyrr. Virði fyrir ykkur hvernig ég hef farið með hann vegna ilsku líðsmins Ísraels. En þér hafi nú unnið öll sömu verk, segir Drottinn. Þótt ég talaði til þér seint og snemma, hlustuðu þið ekki, þótt ég hrópaði til ykkar, svöruðu þið ekki. Þess vegna ætla ég að fara með þetta hús sem kemdi við nafn mitt og þið treystið á eins og ég fór með Síló. Ég ætla að fara með stafinn sem ég gaf ykkur og feðrum ykkar eins og ég fór með Síló. Síló ekkert bara var þarna á þessum tíma, staður það bil 40 kílómetra norður af Jerúsalem í Samaríufjöllunum sem í dag hluti Vesturbakkans á svæðinu. Og í Síló var fyrsta trúarlega miðstöð gyðinga. Þar var tjaldbúðin sett niður sem var musterið þess tíma. Hvað gerðist þar þegar Ísraelsmenn ekki vildu lifa í kærleikslögmáli lífsins og lifa undir Tóra? Munið, Tóra þýðir að missa ekki marks eða hitti mark, sem andstæða muniði við hvað? Við syndina sem að missa marks. Og Guð vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Hann að kalla þau til að lifa, vera fyrsta fólkið sem að fær þennan boðskap, fær opinberun hann, hvernig Guð hversu góður hann og allt hans líf og allt sem hann gefur á kærleika byggt og engu öðru. Hann ekki illur, hann ekki vondur, hann krefst ekki neins af þér annað en það bara að fá verið samfélag við þig og býður þér að koma inn og lifa þar í kærleika. En ilska mannanna var og mikil. Og þegar þeir ætla síðan að setja á sig yfirbragð trúrækni, eru illir en ætla að hegða sér eins og allt sé í lagi, með því einu að fara inn í eitthvað hús, þá segir hann, nei, hingað ekki lengra. Svo tjaldbúðinni var eitt. Og nú Jeremía, þetta glæsilega musteri sem Salomon byggði, nú Jeremía að segja, heyri, sagan bara að endurtaka sig. Hvenær ætli að læra hvað það sem Guð vill? Guð vill ekki blóðfórnir, hann vill ekki brennifórnir, hann vill miskunnsemi, réttlæti, samhygð, kærleika. Þetta segir hann aftur og aftur og aftur fyrir munn spámannana í Gamla testamentinu. Við erum búin að mála hann upp eins og hann hljóta að vera illur og hann vilja allt þetta og vilja blóðið og vilja. Nei, hann vill miskunnsemina.
fórnirnar honum ekki, hugnast honum ekki, allt hitt það sem hann vill. Svo Jeremía segir, það komið að því, elsku vinir, alveg eins og með Síló, þegar tjaldbúðin neyddist, það komið að því að musteri Salomons, þetta fallega mikla hús sem þið kallið hús drottins, sem það verði jafna við jörðu. Og viti menn, það gerðist, ekki svo löngu síðar. Babylónumenn komu, hertóku og jöfnuðu musterið við í jörðu. Þegar þeir komið tilbaka, fengur að reisa það við, eins og ég nefndi, í síðasta þætti ef ég man rétt, og musterið númer 2, annað musterið núna sem Jesús að ganga inn í. En það hefur ekkert breyst. Staðan á prestunum enn svo sama. Valdastruktúru bygging samfélagsins engan hátt eins og Guð vildi það. Þetta ekki myndir sem hann vill fyrir veröldina, fyrir mannkynið, fyrir jörðin okkar. Svo Jesús mætir inn og endurtekur það sem Jeremía sagði. Það komið tími á að hreinsa, ekki bara hreinsa musterið, það verður jafnað við jörðu. Það boðskapur Jesú. Og það það sem að fíktréð segir okkur líka. Dæmisáinu fíktréð fallegt að utan, en engin ávöxtur undir. Héðan í frá mun engin neita ávastara þér að eilífu. Héðan í frá musturinu verður eitt. Það komið nóg. Því verður eitt. Vá. Jesús var alls ekkert að hreinsa musturið eins og við höfum stundum haldið. Eða laga til þannig að þetta ætti að vera. Nei, hann var tákgrænt að loka því. Hann var tákgrænt að stöðva þar alla starfsemi alla framtíð. En það vil ég minna ykkur á, bara núna, ég kannski aðeins að fara undan með þar, að Jesús sagði hér eftir með Guð ekki framar búa í húsi gjörðu af manna höndum. Hann kenndi þeim það. Hann kenndi þeim það fyrir munn postulana síðan meir, bæði í postulasögunni og í Korinthubréfinu ef ég man rétt. Þessi tíð búin. Þetta liðið. Það eitthvað mikið í gangi. Og við höldum áfram. Tökum nú aðeins inn í þriðjudaginn frá versi 20 í 11. kafla. Trúið á Guð. Árla morguns fóru þeir hjá fíkitrénu. Enn einu sinni, nú þriðjudagur, þeir á leið inn í Jerúsalem. Þó þeir ganga fram hjá sama fíkitré og Markus hafði greint frá áður. Og þeir sáu að það var visnað frá rótum. Pétur minntist þess sem gert hafði og segir við hann, meistari, sjáðu fíkitréð sem þú formaltir, það visnað. Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi ykkur, hver sem segir við fjall þetta, lyftir upp og steypir í hafið og efar ekki hjarta sínu, heldur trúar svo farið sem að mælir, það gerist það. Hvað þarna? Þetta bara enn einn staðfestingi. Þeir koma, það visnað. Ef að fíkutréð mynd upp á musterið og starfsemin í musterinu, þá verður það engu. Og það boðskapurinn faktist. Það það sem, sami boðskapur og Jeremía var með og þegar við fengjum Síló og fyrsta musteri og núna annað musteri. Það eitthvað, Guð, þetta ekki leið Guðs inn í það sem hann vill gera. Þetta ekki loka markmið hans. Og svo segir hann, hver sem segir við fjall þetta? Veitu þetta hvaða fjall? Það var ekki bara einhver fjall. Hann sagði ekki, hver sem segir við fjöllin? Nei, hver sem segir við þetta fjall? Lyftir upp, steyptir í hafið og trúir að svo fari sem hann mælir, þá gerist það. Hvaða fjall? Sjáum fyrir ykkur þegar konur niður í hlíðar olíufjallsins og að horfa yfir. Þeir faktist í hlíðum, kannski niðarlega í hlíðum olíufjallsins og móti annað fjall, Moríafjallið, musturishæðin, það sem musteri stóð. Sjáum fyrir ykkur Jesús segja, hver sem segir við þetta fjall og bendir á musturishæðina, steyptir í hafið. Hann að þarna í þessu líkingamáli sem að þarna notað fíkitréð að segja tíð musturisins búin. Það eitthvað allt annað í gangi.
Og ég var að lesa enn meiri staðfestingu á þessu. Því að þetta heldur bara áfram á þriðjudeginum. Hann segir þeim dæmisögu, kapli 12, 1-12. Þá tók Jesús að segja þeim dæmisögu. Maður plantaði víngarð. Hann hlóð garðum hann gróf fyrir vínþröng og reisti turn. Seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjana að fá hjá þeim hlut af ávexti víngarðsins. En þeir tóku hann og börðu og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón. Hann lömdu þeir í höfuðið og svívirtu. Enn sendi hann annan og hann drápu þeir og marga fleiri ýmist börðu þeir eða drápu. Einn átti hann eftir enn, elskaðan son. Hann sendi hann síðastan til þeirra og sagði, þeir munu virða son minn. En vínyrkja þessi sögðu sín á milli, þetta erfinginn, förum og drepum hann. Þá fáum við arfinn. Og þeir tóku hann, drápu og köstuðu honum út fyrir víngarðinn. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera? Hann mun koma og tortíma vínyrkjunum og fá öðrum víngarðinn. Hafið þið eigi lesið þessa ritningu? Steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningarsteini. Þetta verk drottins og undursamlegt í augum vorum. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir og öldungarnir, muniði, allir leiðtogarnir og þessi stýrðu og áttu efsta lagið í samfélaginu. Þeir vildu nú taka hann höndum en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögunni og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Enn einu sinni hann bara staðfesta það sem við erum búin að vera að tala um. Jesús, hann segir dæmisögu, hann kendi dæmisögu. Víngarðurinn, við skulum halda okkur við, það hægt að fara út fyrir mörkinu og segja víngarðurinn bara veröldin eða jarðríkið og vínyrkjarnir eru þeir sem áttu að sinna því andlegu lífi á jörðinni en gerðu það ekki og svo framvegis. En höldum okkur bara við myndir sem hann að draga upp og svo getum við í huga okkar fært hann út í koll okkar. Víngarðurinn Ísrael. Vínyrkjarnir, sem hann mátti að rækta garðinn og passa upp á hann, eru þá prestarnir, leiðtogarnir, sem að gera hvað? Misnota aðstöðu sína, kúga, minnimáttar, sitja einir að kjötkötlunum og passi ekki upp á það að það sé réttlæti og friður og eining og jafnrétti hjá þjóðinni eins og Guð vildi. Þeir missa marks, hægri, vinstri. Og hvað gerði Guð? Hann sendi spámenn eftir spámenn. Hann sendi hverja? Jeremía, Jesaja, Míka, Haggai, alla sem við varum að tala um áðan. Hann sendi þá þjóna sína til þess að leiðrétta kúrsinn. En þeir tóku ekki á móti því og jafnvel drápu þá. Hvað gerist nú? Hvað Jesús að segja fyrir um? Að lokum sendir eigandinn son sinn til að laga. Hann sagði þeir hljóta að taka á móti honum. En nei, þeir tóku ekki á móti honum. Það nákvæmlega sem gerist í þessari viku. Þeir tóku ekki á móti honum. Sonurinn var kominn til að leiðrétta kúrsinn, laga það sem hafði farið úrskeiðis, en þeir tóku ekki á móti honum. Og æðstu prestarnir vissu að hann var að tala um þá. Þá sjáið þið stöðuna. Þeir gátu auðmýkt sig, þeir gátu bara beðið Guð fyrirgefningar, Guð og menn og laga stöðuna, en nei, þeir gerðu það ekki. Þeir forherða sig. Þeir voru ekki tilbúin að láta af höndum þar sem að þeir höfðu komið sér upp og þeir aðstöðu og því líferni sem þeir höfðu, þeir voru ekki tilbúin í það. Við verum að gæta það einu. Þeir voru að mála upp þessa mynd og Jesús að mála hann upp og það segir okkur alveg skýrt, þeir vissi alveg að tala um hann, en það voru ekki allir farisæar og fræðimenn vont fólk, alls ekki, sum þeirra langt í frá. En það eru þarna leiðtogar sem að hugsa um það eitt að sinna sjálfum sér og það hópurinn sem að stakst í hjarta og þeir vissu að var verið að tala um þá. Nú, í 13. kaflanum, þar sem stundum kallað svona litla opinberunarbókin, þar segir Jesús fyrir endalokin
og hann segir að þið sem eru núna á lífi, ykkar kynslóð, þið munu sjá þetta og þetta verður skelfilegi tímar. Ég ætla ekki að lesa allan kaflan, að hann varar við. Hann sagði þetta slæmt og þetta gerist í ykkar kynslóð. Þannig að hann er ekki að tala hér stóru óbuburna bókina sem er aftast í biblíunni okkar og endalok þessa heimskerfi sem við lifum við og komum Guðs ríkisins í heild. Hann er ekki að tala það, en hann er að tala nákvæmlega það sem búið verið að tala í alveg frá 11. kaflanum. Hann er að tala eyðingu musturinsins og Jerúsalem. Hann var að spá fyrir það. Hann var að lýsa, hann fór inn í, og þá kemur þráðurinn. Hann fer inn í musturið, veltir borðunum, segir þessa hluti sem hann sagði, gefur til kynna þar og síðan í litlu dæmisögunni hans Markúsar í fíkjutrið að þessi tími sé búinn. Musturinn verður eitt. Það er nýr tími framundan. Þetta er búið, þetta fyrirkomulag. Þetta er búið. Og það var nákvæmlega það sem gerðist. Árið 70 þá koma Rómverjarnir inn og rústa Jerúsalem og musturinn. Þessi sama mustur og Jesús sagði farið inn í. Það var jafnað við í jörðu árið 70 og þá hafði staðið blóðugt stríð í 4 ár. Það sem að kristnimenn og gyðingar voru drepnir umverpum. Jú, það voru uppreisnir það voru svona uppreisna hópar innan gyðingarna sem voru að reyna að komast undan valdi Rómverjanna og þeir voru að kveða það niður, en þeir voru miskunnarlausir. Þeir léku þjáningar og erfiðleikar sem léku bæði gyðinga og kristna mjög hart á þessum tíma. Jesús segja fyrir það. Síðan segir í lokinu á þessu talað að þá mun mannsjónurinn koma í skýjum með miklu mætti og dýrð. Þegar þetta yfirstaðið, þá mun mannsjónurinn koma. Jú, þarna er verið að nota tungumál úr Daníels bók og Markús og síðar aðri kristnir og postularnir og henni kristnu, fyrstu og annar öldinni, þeir væntu þess að Kristur kæmi strax aftur eða fljótt. Þannig að þeir væntu þess að þegar þetta væri gerst og mustur hafi verið lagt við jörðu og jafnað við jörðu og gjöreyðingin var svo algjör að þá myndi Kristur koma aftur og ríkis myndi koma að fullnustu á jörð. En við getum ekki áfællst á fyrir að vona það og trúa því. Að sjálfsögðu ekki. Við hefum gert það sama. Hver vill ekki fá kærleikan holdi klæddan til okkar þegar við þörfnumst þess mest? Auðvitað. En Guð hafði aðra áætlun. Verk Guðsríkisins var þegar hafið með Kristi. Og ef við lesum dæmisögur Jesú það hvernig Guðsríki kemur og vex, þá sjáum við að það kemur ekki með einhverjum hvelli, það kemur ekki allt í einu, það gerist hægt og smátt. Svo segir í versi 28 kafla 13, nemi nú líkinguna af fíkjutrénu. Kemur fíkjutréð aftur. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þið að sumarinn er nánd. En er litla fíkjutréð að kenna okkur. Ef við leifum blöðunum að koma fram og mýkjast og sumarið kemur og vorið og birtan og ylurinn og lífið tekur við af myrkri og dauða, og kemur ávöxtur. Lærum af fíkjutrénu. Við erum ekki tré með laufin eingöngu og enga ávöxti. Og svo segir vaknið, vakið. Og það er það sem við ætlum að gera, þú og ég. Við ætlum að vakna andlega og vaka andlega. Meðvituð það að Guð er bara góðu Guð og þannig hann að gera eitthvað algjörlega nýtt í páskavikunni sem þú og ég í dag, sem mannkynið allt, fær að njóta. Nú er 3. dagurinn liðinn og það er margt sem hefur gerst og það er margt sem hefur verið sagt. Leiðtogar musturinsins voru mjög órólegir og þeir voru ekki alls kostar sáttir við framvindu mála í borginni. Þeir vissu nákvæmlega hvað það var sem Jesús var að segja. Þeir þekktu þetta úr spámununum sínum, þeir vissu það að hvað Guð var ekki sáttur með. En þeir þorðu ekki alveg að snerta við Jesú vegna þess að fólkið, almenningurinn, voru hrifin á honum, heillust af honum. Nú voru ekki nema 2 dagar í hvíldardaginn, föstudaginn, sem við köllum föstudaginn langa. Rómverjarnir voru enn mjög sýnilegir á göttunum, borginni og hvert horn voru hermenn.
Hér átti ekkert að fara úr böndunum. Hér yrði engin uppreisn. Hér yrði allt kveðið niður, harðri hendi. Rómverski keisari var ekki parhrifinn heldur af gyðingunum. Hann vildi peningin þeirra en hann fannst þeir uppreisnarsækir. Svo eitthvað þurfti til bragðs að taka. Prestarnir voru að brugga ráðin. Mun eftir ég minntist á Kaífas. Ekki betra einn degi heldur en að við deyjum öll? Við höfum oft túlkað þetta og sagt, jú, að þetta voru spámannleg orð Kaífasar það að einn myndi deyja fyrir alla, sem hann gerði, og við munum fara yfir það núna helginni ég og Birkir Már sem verður með mér. En í hans huga, ef við tökum bara kringumstæðna, þá er hann bara að segja, að betra að bara tökum hann að lífi, svo Rómverjarnir drepi ekki okkur öll hér í borginni, fyrir okkur blóðsúthelningar og læti bara út af einu manni. Á föstudaginn ætlum við að fjalla hvað gerist miðvikudag, fimmtudag og föstudag. Spennan og andlegu átökin sem voru í gangi, andrúmslofti í borginni, ástand sem oft undanfari líkamlega átaka og jafnvel blóðsúthellinga, þetta nú allt að ná hápunkti sínum. Jesús var mjög óþægilegur fyrir musterisprestana. Hann hafði boðað fyrirgefningu og andlegt líf utan við musterið, sem þeir náttúrulega samþykkt ekki, bara hægt að fá fyrirgefningu syndara inn í musturinu. Hann greinilega var að spá fyrir eyðingu musterisins, eins og ég með að spámaður hafði gert, og vildi greinilega að það færi, eða allavega taldi það myndi fara, allavega. Og hvað gera yfirvöld þegar þau eru að missa tökin og sjá sinn lífstíl, völd og peninga í hættu? Geta mýkt sig, geta auðmýkt sig, geta bekt sig fram í guðamannum? Nei. Og þetta ekki í fyrsta sinn, þarna, þessi vika. Þetta ekki í fyrsta sinn í sögu Ísraelsmanna sem þessi stað var komin upp. Ég nefndi það áðan. Þetta var búið að gerast aftur. Leiðtogarnir hegðuðu sér ekki í samræmi við Tóra. Þeir sýndu ekki miskunnina. Guð sagði, sýni miskunn, sýni réttlæti, sýni umhyggju. Nei, þeir voru óréttlátir, gráðugir, sjálfshelgir. Síðan fóru þeir inn í musteri til að sveipa sig helgiklæðum, fínum fíkjublöðum, en enga ávexti, og Guð var ekki par hrifinn. En það var meira undir. Nú var Guð nefnilega ekki enn einu sinni bara að taka til, eins og hann hafi gert oft áður. Nei, nú var eitthvað miklu stærra og miklu meira í aðsigi, sem hvorki prestarnir, né lærisveinarnir, né sennilega nokkur annar þarna skildi til fulls. Eða bara skildi, kannski hafi ekki eins og komið hug þeirra. Þetta var upphafið á endalokum ákveðinnar trúar guðfræði eða guðfræði musterisins. Þetta var upphafið af þeim endalokum. Guð var að fara að gera eitthvað allt annað og nýtt. Hér eftir myndi allt breytast í henni veröld. Ekki aðeins hjá prestunum og gyðingunum, heldur mannkyninu öllu. Guðs sonur var kominn. Við dæmisöguna sem við vorum að lesa áðan, víngarðinn. Guð hafði sendt spámannin eftir spámannin þeir drápuð á eða hundsuð og hentuðum út fyrir. Sonurinn var mættur. Jú, þeir mundu deyða hann líka, eins og dæmis að hann sagði. En sonurinn og faðir hans, þeir höfðu svolítið í huga sem engan óræði fyrir. Breytingin var það bil að eiga sér stað. Bylting í andlegum málum og bylting í opinberun Guðs og kærleika hans og lífi og hver hann í raun og veru mundir hún ná til alls mannkynsins. Birkir Már, vinur okkar, verður með mér í þáttunum bæði á föstudag og sunnudag. Ég get bara sagt, það verður eitthvað sko. Þetta vikan okkar. Nú ætlum við að klára þetta hér og ljúka og við skulum biðja saman. Faðir vorið þeir sem að vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni,
heldur frelsa oss frá illu, því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.